Við göngum til kosninga á næstunni og þá getum við öll haft áhrif á það hvernig samfélag við ætlum að byggja hérna á næstu árum og við í Vinstri grænum erum svo heppin að við erum búin að fá fullt af nýju fólki til liðs við okkur sem vill berjast með okkur fyrir okkar málum. Þurfum að byggja á þessum gildum sem að VG stendur fyrir til þess að búa til réttlátt og sanngjarnt samfélag og ég bara neita að trúa því að raunverulega gott fólk fara ekki inn á Alþingi og taka ekki þátt í pólitík. Það að flokkurinn bara, hann segir að hann sé femínísk hreyfing, mér finnst það skipta ótrúlega miklu máli. Mér finnst þetta að vera róttækasti og nútímalegasti stjórnmálaflokkurinn og hefur verið alveg frá upphafi. Og þetta er flokkur sem að berst fyrir sjálfbærni og jafnrétti og mannúð. Aðalega sem brennur á mér er náttúrulega bara börnin, að það sé svona mikið að fátækum börnum á Íslandi. Mér finnst það bara þjóðaskam og náttúrulega svo aldraðir, öryrkjar. Þetta fólk er í einhverjum fjötrum. Já, mér finnst það bara ekki hægt. Þú verður að fá fólki með þér. Þú verður að hafa geta verið með eitthvað sem að slær inn í hjörtum fólksins. Þannig drífur það með þér. Félagslegt réttlæti og mannréttindamálum er mjög hugleikinn og Vinstri grænar er mínum flokkurinn sem að hefur beitt sér hvað mest og hvað sterkast í þessum málum og þess vegna tel ég að ég geti komið inn og nýtt mína sérþekkingu í mannréttindamálum sem eru þar sérstaklega réttindamál hinsegin fólks og þar sérstaklega réttastöðu transfólks og intersexfólks sem er ennþá rosalega ábótavinn á Íslandi. Ég held að flestir sem bjóða sig fram finni fyrir mikilli réttlætiskennd. Kerfið sem við lifum í dag er ekki bjóðandi og ég er líka að fara fram fyrir ungt fólk og mér finnst að ungt fólk eigi að vera ábyrjandi í stjórnmálum en það er þeirra málaflokkur það veigamikill og það er fárlegt að okkur sé ekki boðið að borðinu þegar ef við að ræða þá málaflokka. Mig langar til þess að leggja mitt á mörkum og ég tel að Vinstri grænir hafi sýnt það með sinni stefnu að við þurfum að efla byggð út all land með því að efla innviði. Ég hef trú á því að nú sé öll tækifæri til þess að vinna í því að betra samfélagið, að veita einhverju af þessum uppgangspeningi hagkerfinu út í heilbrigðiskerfi og í menntakerfi til að tryggja að allir hafi þennan margumrædda jafna aðgang að heilsugæslu og menntun. Og síðan ef við horfum aðeins út fyrir landsteinina þá bara að við tökum almennilega þátt í því að leggja okkar á mörkum til þess að reyna að bæta úr þessum hræðilega flóttamannavanda og ástandi sem hefur skapast á mörkum Evrópu. Ég er í liði með fólki sem vill jafna kjörin og að allir getur lifað sæmilegu lífi hérna á Íslandi okkar ríka landi. Og það er hægt að gera það gegnum kjarasamninga en það er ekki síður mikilvægt að gera það gegnum skattkerfið og velferðarkerfið okkar. Ég vil sjá meiri jöfnuð í samfélaginu, ég vil sterkt og öflugt velferðarkerfi, ég vil sterkt menntakerfi, sterkar menningarstofnanir, ég vil fá að sjá lýðræðisumbætur myndir í stjórnarskrá og ég vil að auðlindina séu nýttar í þó almennings og ég treysti Vinstri grænum og Katrínu Jakobs best til þess að hrinda þessum breytingum í framkvæmd. Ég vona að allir nýti kosningaréttin sem lýðræðislega rétt til að hafa áhrif á samfélagið. Ég vona að við sjáum ríkisstjórn að lokna þessum kosningum sem setur jöfnuð og réttlæti, umhverfisvernd og lýðræði á oddinn og ég vona fólk kjósi stjórnmálafólk og flokkar sem það treystir.